Sá sem yrkir jörðina hér í Malaví þarf að hafa hæfni til þess að lesa í veðrið. Þegar kemur að sáningu og áburðargjöf skiptir tímasetningin öllu máli. Nú er sá tími í þessum heimshluta að rigningatíminn er að hefjast. Jörðin er skrælnuð af þurrki, ljósbrún yfir að líta og víða brunnin af langvarandi sól og hita. En fyrstu steingráu skýjaflókarnir hafa hrannast upp á himninum og þegar það rignir, þá rignir. Flesta daga er hins vegar glaða sól og blíðskapar veður. Smábóndi eins og Lonely Peters undirbýr jarðveginn áður en ákvörðun er tekin að sá í brúnan svörðinn. Ef sáður of snemma og engin degur dropi fellur til jarðar í marga daga, fer sáningi fyrir bí. Ef sáður of seint og gáttir himinsins opnast dag eftir dag með úrhellu ofan, þá fer allt á sömu leið. Frjókornin skolast burt og nýtast engum. Land allt standa fátækir bændur í biðröð eftir tilbúnum áburði. Aðeins þeir fátækustu fá 50 kíló áburðarpoka frá ríkisstjórninni. Lífsafkoman er undir. Sjálfsþurftarbóndinn lifir á jörðinni og því sem hún gefur. Ef sáningi misferst, blasir við matarskortur. Lonely Peters slær ekki slöku við undir funheitri sólinni. 2 ung börn hennar eiga allt undir því að uppskeran af þessum litla bletti gefi þeim magafylli og næringu í mars og í marga mánuði þar á eftir. Maís uppskeran á þessum slóðum brást að miklu leyti í fyrra, endalausir þurrkar. Og margar fjölskyldur voru búnar með allan mat 3 mánuðum eftir að uppskerutímanum lauk. Af þeim sökum telur matvæla-aðstoð Sameinuðu þjóðanna að í Malaví horfum 2 milljónir manna fram á matvælaskort á næstu mánuðum. Flestir hér í sunnanverðu landinu.